Jæja, góðan og blessaðan daginn og verið öll hjartanlega velkomin hér á þennan morgunfund á vegum Almenna lífeyrissjóðsins. Já, tilefnið 25 ára afmæli séreignarsparnaðar og bara svona til að renna í gegnum þessi praktísku atriði þá þetta dagskráin. Þess að Gunnar Baldvinsson ríður á vaðið. Már Mixa tekur svo við og loks Kristjana Sigurðardóttir. Og fundarstjóri sem sagt ég, Sveinn Melsteð. Þannig að það ekki eftir neina að bíða en bara bjóða Gunnar Baldvinsson velkomin. Daginn, gestir í sal, þeir sem eru að horfa í gegnum almenni.is og svo lesendur Viðskiptablaðsins. Okkur fannst við hæfi að minnast þess á þessu ári að það eru 25 ár síðan sparnaðarformið viðbótarlífeyrissparnaður fór á stað og við ætlum að gera það hér í dag. Yfirskrift fundarins svolítið skemmtileg. Galið að vera ekki með og hún reyndar fengin frá Már Mixa sem hér aðalræðumaður dagsins. Már stjórnarmaður hjá okkur, hann er lektor í Háskóla Íslands og virtur álitsgjafi í fjármálum, þannig það vel við hæfi að fá hann hérna með okkur í dag. Ég ætlaði aðeins að rifja upp aðdragandan þegar viðbótarlífeyrissparnaður fór á stað. Sparnaðurinn byrjar 1. janúar 1999 en það var nokkur aðdragandi og kannski fyrst að segja það að séreignarsparnaður var búinn að vera til mjög lengi áður en að viðbótarlífeyrissparnaður fór á stað. Og við rekjum hann alveg til ársins 1965 þegar Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands var stofnaður sem er einn af forverum Almenna lífeyrissjóðsins. Sá sjóður var séreignarsjóður og sem þýddi það að sjóðfélagar í honum greiddu lágmarksiðgjald allt í séreignarsjóð. Það var reyndar ákveðin örorkutryggingavernd í sjóðnum en sjóðurinn byggði á séreignarfyrirkomulagi. Það var líka búið að vera til, við getum sagt innan gæsalappa viðbótarsparnaður sem fólst í því að á þessum tíma var ekkert þak á framlagi launagreiðenda, þannig að fyrirtæki eða sem sagt þeir sem gátu samið við fyrirtæki sitt aukagreiðslur gátu fengið auka iðgjöld í séreignarsjóð og annar forveri Almenna var Alvíb, Almennu lífeyrissjóður VFB, sem var opinn sjóður og var töluvert fjölmennur. Lög lífeyrissjóði voru samþykkt í desember 1997. Það var nokkur aðdragandi að þeim lögum, það reyndar mjög langur, en síðustu 2 árin kannski eru sérstaklega eftirminnileg. Fyrstu hugmyndir gengu út á það að lágmarksiðgjald ætti allt að greiða í samtryggingarsjóð og þá komu fram hugmyndir til að séreignarsjóðinni gætu lifað áfram að það yrði búið til nýtt sparnaðarform sem allir gætu þá verið með, sem væri viðbótarlífeyrissparnaður, sem byggði þá á frjálsri þátttöku, samningi og viðbótariðgjaldi sem gæti komið bæði frá launþega og launagreiðenda. Það var töluvert tekist á þessi mál 96-97. Við lögðum áherslu á að hluti af lágmarksiðgjaldi gæti áframfarið í séreignarsjóð og það náðist mjög góð málamiðlun
sem gekk út á það að lágmarksiðgjald ætti fyrst og fremst að tryggja tiltekin lágmarkslífeyri sem gæti komið bæði úr séreignarsjóði og samtryggingarsjóði. En með lögunum þá varð viðbótarlífeyrissparnaður formlega til og markmið í upphafi var þá fyrst og fremst að viðbótarlífeyrissparnaður væri viðbót við eftirlaun, en á þessum tíma var skyldusparnaður 10% af launum og sem þýddi það að þeir sem greiddu alla starfsævi, þeir gátu reikna með, máttu búast við að lífeyrissjóður, ef þeir hefðu eingöngu eftirlaun og lífeyrissjóði, að þá eru þeir fyrir þó nokkru tekjutapi, þar sem 10% dugðu kannski rétt fyrir 40-50% af lokalaunum. Nú séreignarsparnaðurinn hefur síðan breyst eins og við þekkjum. Hann hefur að hluta til orðið að einhvers konar varasjóði og að húsnæðissparnaði líka. Hér má sjá svona helstu áfanga. Það rétt að renni gegnum þetta. Lögin lífeyrissjóði eru sem sagt samþykkt 1997 og þau innihalda ákvæði samninga það sem kallað var viðbótartryggingavernd. Viðbótarlífeyrissparnaður hófst í ársbyrjun 1999 samkvæmt heimild í lífeyrissjóðalögunum og lögum tekjuskatt sem var breytt í aðdraganda sem var breytt árinu 1998, þannig að launþegar gátu greitt óskattlagt iðgjald til viðbótarlífeyrissparnaðar, en einnig var tekjuskattlögunum breytt þannig að ríkið kom með mótframlag. Ríkið kom með mótframlag sem nam 0,2% af launum og fjármagnaði það með því að þeir launagreiðendur, með tilfærslu á tryggingagjaldi, þeir sem sagt hluti af tryggingagjaldi var notað til að fjármagna mótframlag ríkis. Árið 2000 var heimild launþega hækkuð í 4% af launum og samhliða mótframlag ríkis hækkað í 0,4% og á þessu ári þá voru fyrstu kjarasamninga gerðir þess efnis að ef einstaklingar legðu eða spöruðu sjálfur 2% af launum að þá myndi launagreiðandi jafna það með mótframlagi. Fyrst voru þetta kjarasamningar á almennu vinnumarkaði, en þetta átti síðan eftir að breiðast út og vera nánast í hverjum einasta kjarasamningi. Árið 2004 þá mótframlag ríkisins fellt niður. Tilgangur þess var að hjálpa að koma sparnaðarforminu á stað og það vissulega gerði það. Árið 2008 var tenging við ellilífeyrisgreiðslur Tryggingastofnunar ríkisins felld niður. Fram að þeim tíma hafði ráðgjöf okkar verið svo að þeir sem reiknuðu með að fá ellilífeyri frá Tryggingastofnun, að þeir væru þá búnir að klára sína séreign áður, séreigna úr viðbótarlífeyrissparnaði, en þessi tenging var felld niður árið 2008. Árið 2009 verður þessi breyting sem ég nefndi áðan að viðbótarlífeyrissparnaður fær nýtt hlutverk. Þá var opnað fyrir úttekt vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði, og við áttum síðan eftir að upplifa það aftur. Á þessu ári voru líka gerða breytingar á útborgunarreglum. Þegar farið var á stað með viðbótarlífeyrissparnað þá voru regluna þær að sparnaðurinn losnaði við 60 ára aldur, en hann átti að taka út á 7 árum eða 10 árum, 7 árum, já, fyrst 10 og svo 7. Þetta höfðu við séð að kom sér oft illa fyrir fólk. Þeir sem kannski voru búin að spara í skamman tíma, þá nýtti sparnaðurinn illa og við komum þessu á framfæri við ráðuneytið og útborgunarreglum var breytt þannig að sparnaðurinn að fullu laus við 60 ára aldur. Okkar reynsla síðan svo að flestir
vanda sig við úttekt og dreifa úttekt yfir lengri tíma. Árið 2014 byrjar úrræðið séreign inn á lán sem var þá hluti af svo kallari leiðréttingu. Árið 2016 eru sett lög stuðning til kaupa á fyrstu íbúð og ungu fólki heimilað að nota séreignarsparnað til 10 ára til að greiða inn á kaupa á íbúð eða inn á húsnæðislán og árið 2020 þá séreignarsparnaðurinn opnaður aftur vegna sérstakra aðstæðna út af COVID-19. Nú, þetta sparnaður sem skiptir máli. Hér sjáum við mynd sem sýnir lífeyrissparnað í ársbyrjun og við sjáum þarna að í ársbyrjun þá var lífeyrissparnaður, þar að segja samanlagður sparnaður í lífeyrissjóðum, samtryggingu og séreign, alls 7.765 milljarðar eða sem nemur 181% af landsframleiðslu. Og ég vek athygli á því að séreign samtals voru 1272 milljarðar og þaraf í viðbótarlífeyrissparnaði 852 milljarðar eða 20% af landsframleiðslu. Þannig að þetta sparnaður sem skiptir máli. Það verður reyndar að segjast eins og að hluti af viðbótarlífeyrissparnaðinum þarna þetta ekki bara sparnaður sem hefur myndast með samningi viðbótarlífeyrissparnað, að einhver leyti inn í þessari tölu aukaframlög sem eru heimil þegar launagreiðandi getur greiðir meira en lágmarksiðgjald. Nú, hér sjáum við yfirlit þátttöku, sjáum hér fyrst mynd sem sýnir bara fjölda þeirra sem eru á vinnumarkaði og greiða í lífeyrissjóð. Árið 1999 þegar sparnaðarformið byrjaði voru það 154.000 og síðusta ári voru það 241.000. Það eru 145.000 aðilar sem nýttu sér heimild til viðbótarlífeyrissparnað á síðasta ári og það þýðir 60% af þeim sem eru á vinnumarkaði eða við getum sagt að það sé ríflega helmingur. Hér sjáum við hvernig þátttökuhlutfallið mismunandi eftir aldri. Sjáum að í elstu aldurshópanum þar hlutfallið hæst, alveg upp í 70% hjá þeim sem eru aldrinu 50 til 60 ára. En það sem vekur athygli að yngstu aldurshópanir sleppa nú þessum sem eru undir 20. Það yfirleitt ungt fólk sem ekki komið á vinnumarkað og kannski borgar sig ekki að vera með viðbótarlífeyrissparnað því að það greiðir ekki tekjuskatt, notar persónuafslátt allt árið til að og borgar ekki tekjuskatt. En þeir sem eru á aldrinum 21 til 30, þar hlutfallið 55 og svo 31 til 40, 62%. Meðal annars út af hagstæðu ákvæði húsnæðissparnað, þá hefði maður kannski búist við að sjá hærra hlutfall þarna, en það verður að hafa í huga að ungt fólk miðað við tölur sem við sjáum úr skattframtölum, þetta eru þeir sem eru með lægstu launin og þetta fólk sem oft með mjög há útgjöld, þannig að það hefur kannski lítið svigrúm til að spara, en ef það getur nýtt sér þetta úrræði, þá það svo sannarlega hagstætt eins og við munum sjá betur hér og eftir. Hérna sjáum við þátttöku eftir kyni. Konur eru greinilega hagsýnni en kallar. Það eru 65% kvennar sem eru með viðbótarlífeyrissparnað, 56% kalla. Þetta var á síðasta ári, ef við bökkum bara til ársins 2013, þá sjáum við að hlutföllin voru 61% fyrir konur og 58% hjá körlum. Þannig að hlutfallið hefur lækkað hjá körlum. Út af hverju veit ég ekki, en ég var kannski að giska á þegar ég var að setja þetta saman að kannski það vegna þess að það hefur fjölgað hjá körlum með innfluttu vinnuafli og kannski eru þeir ekki að nýta sér þetta eins og aðrir. Og
hér sjáum við viðbótar iðgjöld í krónum og bæði hér á verðlagi hvers árs og hér á föstu verðlagi. Á síðasta ári voru lagðir fyrir 48 milljarðar í viðbótarlífeyrissparnað. Þetta er ágætlega há fjárhæð og til að setja hana í samhengi þá las ég það helgina að það kostar 35 milljarða að reka alla framhaldsskóla á landinu og það segir að þetta er alveg ágætlega há sparnað. Þannig að þessum sparnaði hefur farnað vel frá því hann byrjaði og bara rétt í lokin aðeins að rifja upp ráðgjöfuna, hún hefur aðeins breyst. Framan af og meðan skylduiðgjald í lífeyrissjóð var 10-12%, þá var ráðgjöfin svo alltaf að reyna að spara 2% af launum til að fá mótframlag frá launagreiðanda og ef fólk hefur getu og treystir sér til að fara upp í 4% og nýta sér séreignin og lánúrræði sem byrjaði 2014 og inn á fyrstu íbúð. Frá árinu 2018 þá var samið hækkun, þá voru flestir komin með 15,5% skylduiðgjald í lífeyrissjóð, það var lögfest frá 2023. Það er orðið svolítið hátt iðgjald og kannski ekki jafn mikil þörf á viðbótarlífeyrissparnaði til að bæta við eftirlaunin. Þannig að ráðgjöfin allavega mín í dag er svo að nýta sér alltaf að vera með 2% af launum til að fá mótframlagið. Ungt fólk reyna að spara 4% af launum meðan það er að safna upp í íbúð og ég er þeirra skoðunar að það er alltaf hagkvæmast ef fólk getur eignast eigið húsnæði og þá er þetta mjög gott tól til þess að koma sér af stað. Eftir það þegar fyrsta íbúð hefur verið keypt að þá að spara 2% af launum. Ef fjárhagur leyfir þá er þetta hagkvæmnisparnaður og þá er sjálfsér allt í góðu lagi að fara í 4%. En ég ætlaði ekki að hafa þetta lengur og á ég ekki bara að bjóða næsta ræðumann í pontu sem er Már Miksa. Já, takk Gunnar. Já, eins og Gunnar sagði þá heiti þessa fyrirlestra galið að vera ekki með og ég var í viðtali varðandi þetta málefni eigi alls fyrir löngu og einhver blaðamaður tók upp þetta. Ég sagði það galið að vera ekki með og gerði það fyrirsögn og þetta vakti einhver athygli. Minnst kosti tók Gunnar eftir þessu og eins og Gunnar var að nefna áðan, bara þetta er frekar einfalt dæmi. Þú leggur 4% í séreign og fær þá 2% mótframlag sem er 50% ávöxtun og ef þú vilt auka ávöxtu þína þá leggur einfaldlega 2% í séreign og færð 2% mótframlag og já, það má segja að þetta sé svona frekar einfalt reiknistæmi og ég ætla bara svona aðeins að fara í gegnum svona kannski svona ýmislegt varðandi söguna og kostnað og bara hvernig og svona bara velta aðeins vöngum yfir því af hverju fleiri taka ekki þátt í þessu. Nú eins og Gunnar kom inn á áðan þá var hægt að vera með húsnæðislán og greiða skattfrjálst inn á séreignarsparnað og þetta er bara alveg gefið mál að þú getur einstaklingur getur nýtt 500.000 krónur á ári, hjón 750.000 krónur til þess að greiða inn á lán. Og ég ætla bara aðeins að koma inn á, ég fór fyrst að skrifa með þessi lán árið 2009, þessu hugmynd. Og ég las einhvers staðar að það var einhverja vangaveltur svona hugmynd og ég greip hennar bolt á lofti og fór næsta ára að skrifa kosti þess að veita fólki möguleika á því að spara.
og hugmyndin var með svona einaði rökum var að fólk, það var svona kannski þetta svona sögulegt að á svipum tíma þá skrifaði ég skýrslu þar sem ég bar saman verðtryggð og óverðtryggð lán og Breki Karlsson sem núverandi formaður Neytendasamtakanna, hann bað mig að gera eitthvað skona samantekt á þessu málefni og þetta er væntanlega, ég getur bara að trúa að þetta sé svona, ég held að þetta sé svo skýrsla sem að flestir hafa lesið eftir mig og enn lifir reynda bara góðu lífi í dag og hundleiðileg skýrsla, þetta er ekki sexy en fólk hefur áhuga á þessu og eitt af því sem að ég dró fram í þeirri skýrslu var að verðtryggð lán hafa þann kost að það er jöfn greiðslubyrði, hún er miklu lægri heldur en hjá óverðtryggðum lánum en maður greiðir lánin voðalega hægt niður og að raunvirði þá er maður að greiða eitthvað niður en það gerist mjög hægt. En með því að nýta sér séreignarsparnað þá er hægt að taka verðtryggt lán en nota séreignarsparnaðinn til að greiða inn á höfuðstólinn þannig að maður geti séð minnskosti stendur höfuðstóllinn í stað þegar verðbólgan er svona temmileg. Ef hún er lág þá jafnvel lækkar hann að nafnvirði og ég sá fyrir mér að þetta yrði svona eins og aukinn hvati til þess að fólk leiði pening til hliðar og með því að nota þessi skattfríðindi að hvern 100 kall sem að færi laun væri hægt að leggja inn á lánið að þá yrði þessi séreignarsparnaður bara frábær leið til þess og hámark var sett og það var til þess að þetta úrræði myndi nýtast fyrst og fremst ekki bara þá sem að skulduðu mest eða þá sem að væru með mestu tekjunar að þetta myndi svona hlutfallslega þá myndi þetta nýtast jafnvel lágtekjufólki, fólk sem að komast inn á markaðinn fyrsta sinn betur. Nú, ég hef heyrt þessa setningu oft. Þetta fer bara í eitthvað svarthol og það er að því að sérstaklega þeir sem eru með verðtryggð lán að þeir sjá engan mun. Að þetta kemur í veg fyrir fólki kannski ekki að bölva það að verðtryggða lánið í krónutali að höfuðstóllinn hækki en ég hafa nú bara núna í fyrrakvöld þá kemur kona til mín, ég átta mig ekkert á því að þessi fundur er svona vel auglýstur, hún segir, Mási, það eru bara, þessi fundur er alveg bara að vera auglýsar út allt og ég segi, já, og fer eitthvað að tala við hann þetta og hún segir, já, en ég greiði ekki séreign því að þetta fer bara eitthvað svarthol og ég sagði, já, það eru greinilega nokkrir hér sem að halda þetta ennþá, gott að vita og ég sagði, svona bara meðan ég man, elska mín, þú ert að fleygja út peningum og glugga með því að nýta þetta ekki og ég vona hún sér núna, hún hefur haft 24 tíma til þess að bæta ráð sitt, ég veit ekki hvort hún hefur gert það en eins og stendur hér bara óverðtryggð lán þau greiðast hraða niður, verðtryggð lán að þau jafnvel lækka í nafnvirði og þau lækka miklu meira raunvirði og það hefur kannski eitthvað ykkar séð að það er í fréttir það að það stendur til að leggja þetta úrræði niður næstu áramót og það eru reynda líka einhverjir stjórnmálaflokkar sem eru að leggja til að þetta úrræði verði gert varanlegt. Í upphafi var talað um að þetta úrræði yrði einungis í, ef ég maður rétt, í 2 eða 3 ár og síðan er þetta framlengt. Sögulega ástæða fyrir því að þetta var aldrei gert varanlegt var svo á sínu tíma að það voru svo margar raddir, hávara raddir það að þetta myndi leiða til þess að það yrði aukin verðbólga, að því ég náði því reyndar aldrei, aukin verðbólga og að það var að vera aðstóða fólki sem að hefði háar tekjur
og mér fannst það nú ekki alveg beint ríma við það að það væri ákveðið hámark, en ég kem aðeins inn á það núna rétt strax að þeir hefðu kannski eitthvað aðeins til síns máls. En áður en ég kem að því, bara rétt að fara í gegnum þetta sem að Gunnar var að segja, 2016 kom fram frumvarp varðandi fyrstu fasteign og aftur þetta tengdi skrifum mínum það að þetta ekki bara fyrir þá sem að ættu orðið fasteign, heldur líka þá sem var að safna sig fyrir fasteign. Og það hámark hér, 500.000 krónur árlega fyrir einstaklingi í 10 ár eða 5 milljónir samtals. Og hugmyndin með þessu að þetta væri skref í að auka möguleika fólks til að komast af leigumarkaði og bara eins og rannsóknir sýna 90% fólks á Íslandi sem á leigumarkaði vill komast af honum, þó svo að það sé meiri hluti fólks sé svona tiltölulega sátt með sína íbúð, að þá hefur tilvikum fjölgað þar sem að svo sé ekki. Það svona vísbendingur það tengist meðal annars því að Airbnb íbúðir hefur flæmt ansi marga af leigumarkaði og kannski síðri húsnæði. Nú eins og Gunnar kom fram hjá Gunnar áðan, þá eru 60% landsmanna í séreign. Og ég bæði tekið eftir því bara í samræðum við fólki og síðan hef ég haft nemendur skrifa ritgerðir þetta málefni hjá mér og það er svona nokkuð samdóma álit að þeir sem að taka ekki þátt eru bara ekki meðvitaðir hagkvæmni þess. Og auk þess, þegar fólk skrifa undir launasamninga, þá almenna reglan sú að þú þarft að haka við ef að þú viljir taka þátt í þessu séreignarsparnaði. Og það bara allar rannsóknir hafa sýnt það að ef að þú ert að fylla út einhver form, ef þú þarft að haka við einhverju og segja já, ég vil þetta, ég vil þetta og ég vil þetta, þú hakar ekki. Eða spurt öfugt, ég vil þetta ekki, ég vil þetta ekki, ég vil þetta ekki, þá heldur þú hakar ekki við. Það bara við eiginlega bara öll form að við viljum helst ekki taka ákvarðanir, við viljum fara í einhvers konar sjálfstýringu. Og þekkt dæmi það það að til dæmis sumar Evrópuþjóðir, þar eru líffæragjafar, nánast allir eru líffæragjafar, bara stend þegar fólk að fylla út ökuskírteini, upplýsingar varðandi ökuskírteini, þegar það spurt, viltu vera líffæragjafi, þú þarft að haka við, þá hakar ekki við. Eða spurt, viltu vera ekki líffæragjafi, þú þarft að haka við, þú hakar ekki við. Þannig að það er svona svipað í gangi hér að fólk hakar almennt ekki við og það sem meira líklegast þegar fólk sér þetta að ég vil taka þátt í ykkur séreignarsparnaði, þá gæti það virst vera eins og skynsamleg ákvörðun að já, ég ætla ekki að fara út í einhvers konar hlutabréfa áhættu og hvað eina. Ég ætla bara að taka með pening, setja þennan á bankabók og læt bara bankainnstæðu reikning minn ávexta peningin örugglega. Og það sem meira að af þeim sem að taka húsnæðislán, eru með séreignarsparnað, það eru ótrúlega miklu færri sem að nýta sér þessa skattfrjálsa greiðslu inn á húsnæðislán. Það í lægstu tíundinni, þá reyndar gamla tölu frá árinu 2017, að þá eru innan við 10% fólks sem að nýti sér þetta úrræði, kannski sá hópu sem þarf mest á því að halda. Og þetta útskýrir væntanlega af hverju það svo stórt hlutfall fólks sem að stór hluti fjárhæðarinnar sem að fer til ríkustu einstaklingana. Og kannski ég held að fólki sem að var að gagnrýna þetta á sínu tíma hafi kannski nú ekki fyrirséð þetta, en þetta kannski bara undirstrika það
að hversu mikilvægt að það verði bara sett upp einhvers konar sjálfvirkkerfi. Þú ferði í þetta nema þú segir nei takk. Og já, ég var nú bara komin, ég var búin að segja þess að glæru hér, fólk vill ekki einstaklingsparnað og fólk vill ekki nýta til niðurgreiðslu húsnæðislána. Þetta ætti að vera eitthvað sjálfkrafa dæmi og auk þess að ég var bara vinur minn, það var nú sagt áðan að fyrsta fasteign fyrir ungt fólk. Vinur minn, hann í sumar, 59 ára gamall, hann var núna 60, 19. september, hann var að kaupa sína fyrstu íbúð. Þannig að þetta ekki bara ungt fólk, fyrsta fasteign. Margt fólk sem hefur verið fast lengi á fasteignamarkaðnum, það getur nýtt sér þetta úrræði líka og þess vegna ætti þetta margir sem átta sig kannski ekki bara á þessum kosti að þeir getur nýtt sér þetta jafnvel seinna á æviskeiðinu. Síðan ætla ég bara rétt að fara yfir kostnað og hversu kostnað skiptir miklu máli. Þegar maður að tala svona séreign, bara hvað skiptir máli þegar kemur að langtíma ávöxtun. Og ef að þeir lesu svona blöð fjármálatímaritað, það alltaf einhvers konar fjárfestingar, snillingar út allt og ég var nú lengi með þann vota draum að ég einhvern tímann talin vera fjárfestingarsnillingur. Ég var í banka í mörg ár og ég stóð mig alveg ágætlega en ég var aldrei neitt gríðarlega mikið snillingur. En eitt af því sem í það minnsta ég sá góð leið til þess að sjá til þess að ég myndi ekki ávaxta peninga sem að ég hefði umboð til að ávaxta væri að kaupa og selja alla daga. Og kostnaður skipti bara öllu máli hér og hér ég búin að þetta bara gömul grein hér frá 93, bara hér kemur fram að það sem skiptir mestu máli kostnaður. Hér var verið að líta til ávöxtun skuldabréfasjóða og í raun og veru bara skuldabréfasjóðir yfir heildina skiluðu sömu ávöxtun og bara einhvers konar vísitölur mínus kostnað. Og nú, þetta var 93, 30 árum síðar, að þetta hér ég búin að taka orðrétt úr nýlegum rannsóknum hjá Morningstar og hér varðandi hlutabréfasjóðir að einfaldlega sjóðir með lágan kostnað þeir skila bestu ávöxtun. Skuldabréfasjóðir, nákvæmlega sama saga, kostnaður, hann helsti fyrirboði þess hver ávöxtunin Og hér stendur, and that was no less true last year than it was in prior years. Þetta að gerast bara aftur og aftur. Og hér kannski, þetta ætti kannski vera frekar augljóst þegar maður setur upp þessa tölu að þetta eru tölur sem að draga saman meðalkostnað sjóða sem í virkri stýringu. Meðalkostnaður þar 0,65%. Vísitölusjóðir, sjóðir sem í raun og veru bara herma eftir vísitölu, þeir eru með 0,05%. Og hér skrifa ég munar 0,5%. Og bara þegar ég sé þess að tölu þá hugsa með mér, Már, kanntu ekki að rekna rengur? Þetta 0,6%, en já, þú veit, þetta svona cirka, þið sjáið söguna. Og og ég get kannski bjarga mér, ég bara 0,5% að þetta fara fyrir neðan því að hjá skuldabréfasjóðir með virkastýringu þar munar 0,4%. Þannig að ég ætla bara að breyta þessu, ég bara ruglast þetta á glærunni og en ef þið hugsa út í þetta að fyrir sjóðstjóra sem með virkastýringu, hann þarf að gera á hverju ári þá þarf hann á umfram ávöxtun sem nemur 0,5% heldur markarinn í heild. Sjóðinir sem sagt meðal ávöxtun sjóðana eiginlega ætti að vera markarinn í heild.
nema þú sér með einhverja einstaklinga sem eru þvílíkt vittlausir að þeir eru bara að tapa ár eftir ári og það geti verið í einhverju tilfellum en þetta ansi löng brekka ár eftir ár. Þannig að virkastýringin, hún mjög dýr og ef maður bara hugsa hver eru áhrif ef maður lítur til lengri tíma og maður gefur sér að það sé að sjóðir í virkri stýringu sé að ná svipari ávöxtun og vísitölur og rannsóknir hafa sýnt aftur og aftur að sjóðir eru bara mjög svipaðir svona meðalávöxtun allra sjóða mjög svipuð bara vísitölunar og hér tek ég dæmi bara ef að bara árlegu kostnaður, þetta gæti verið vist svona verið lítil tala og því má kannski bæta við að ávöxtun til dæmis kostnaður hlutabréfasjóði í Bandaríkjunum langlægstur í heiminum. Hann á flestu stöðum í heiminum hann í kringum 1%, rúmlega 1%. Og hér tek ég dæmi, árlegu kostnaður, þetta kannski lítil tala, en ef að nafnávöxtun 6% á ári, þá vigtar þetta 16%, 16,67% af ávöxtunni, eða 17%. En ef maður tekur tillit til verðbólgu og gerir ráð fyrir, og sögulega séð þá hefur nafnávöxtun skuldabréfa í Bandaríkjunum verið 6%, verðbólga 3%, að þá raunávöxtun 3%, þá 1% orðið bara þriðjungur af raunávöxtun sem maður fær. Þannig að þá það að fara að vigta ansi mikið. Og hér bara dró ég saman tölur, bara ef maður með 0,5% árlegan kostnað samanborið við 1% í 10, 20, 30 ár, miðað við þá þessu raunávöxtun, þetta dæmi sem ég gaf upp á ofan 3%, að þá einn einstaklings sem að leggur bara 100 krónur í slíka ávöxtun, hún orðin 5% hærri eftir 10 ár, 10% eftir 20 ár, 16% eftir 16 ár. Þannig að þessar litlar tölur, þær hafa töluverð áhrif og umfram ávöxtunin hún töluvert meiri því að 16% þá það kannski 16% munur, þá það eins og önnur ávöxtunum væri 200, farin úr 200 úr 100 í 200 og hinn samborið við 100 upp í 200, 16 sem 2 eru 32, 232. En umfram ávöxtunin, hún miklu hærri, þannig að þessar tölur þær býta virkilega þegar til lengri tíma litið og þess vegna skiptir þetta miklu máli að sjóðir sem eru með séreign að þeir haldi kostnaði niðri. Lífeyrissjóðakerfið, það nefnilega hægt að sjá þetta ansi gagnsætt að hér með hlekkin að ég tek þetta beint af vefnum að heildarkostnaður, bæði skrifstofukostnaður, beinn og óbeinn fjárfestingakostnaður var í kringum 0,5% af samtryggingadeildum og séreignadeildum og hefur verið á þessu róli í mörg ár. Ef við viljið kíkja á kostnaðinn, þá hægt að fara hér inn á vef FME, þá hægt að fara, hér bara samantekt tölulegar upplýsingar hjá lífeyrissjóðum og hér til dæmis sundurlegu fjárfestinga og hér hægt að sjá kostnað lífeyrissjóða líka. Og það Excel-skjal sem Excel-skjal, hér eitthvað aðeins, hér hef ekki verið nógu klókur í að líma, ég
fara yfir ykkur texta og vonandi skiptir hann engu máli, en hér hægt að nálgast Excel-skjal og hér kemur hérna, ég sé einhver hefur lagað, ég nota bara penna hérna og gera þetta mjög klaufalega, takk fyrir það, og að hér sést að hér hægt að sjá bara alla séreignadeildir lífeyrissjóða að kostnaður vegna til dæmis innlendra verðbréfasjóða er 0,4%, fagfjárfesta 0,1%, erlendra verðbréfasjóða 0,5% og aðrir erlendir sjóðir 1%. Og það sem að skiptir líka máli ef að þið eru að bera þetta saman er líka það þar stundum segja þess að tölur ekki alveg alla söguna. Hér líti ég á almenna ævisafn 1 sem er þá áhættumesta séreignarsafn almenna, og hér sést að almenni er með almenni með mjög lágt hlutfall hér vegna innlendra verðbréfasjóða, og hér er hins vegar tölunar töluvert háar. Hér eru fagfjárfestasjóðir og erlendir sjóðir. Takk eftir að erlendir verðbréfasjóðir hér að það er mjög lágt hjá almenna, þar sem að almenni fjárfestir, erlendar verðbréfaeignir eru einungis fjárfestar í þessu vísitölusjóðum. Og þá er bara stefna svo að halda kostnaði niðri, fjárfesta, í raun og þetta eru bara þá vísitölusjóðir sem að eru ekki virkir, þeir fjárfesta bara í markaðunum. Og þetta er ekki bara í Bandaríkjunum, þannig að talan er aðeins hærri hér, eins og ég kom inn á áðan, þá er dýrara, bara umsýslukostnaður í öðrum ríkjum er dýrari, en þið sjáu að hann er aðeins ódýrari hér. En síðan til dæmis eru við líka með þá stefnu að fjárfesta aðalega fyrir áætt þá fjárfesta sem eru væntanlega þá ungir að hafa lengra fjárfestingasjónarhorn, að þá er kostnaður hér á fagfestasjóðum, hann er hærri. Og textin hér var að það er ávöxtunin er oftast svona til lengri tíma þá eru mjög góð, og það eru bara nýleg dæmi frábæra ávöxtun er Kereces sem að mörg ykkar hafa væntanlega heyrt og ölgerðin. Með því að taka þátt í svona langtíma verkefnum að þá kemur frábæra ávöxtun, en á móti þá er auðvitað bara það að vera að greiða einhvers konar stjórnundateymum pening til þess að halda utanum og stýra þessu, og það má segja að þetta ávöxtun sjáist betur hér. Þannig að ef að þið eru að svona spá í þessu, þá þarf að hafa hans í huga hvort að það sé ástæða fyrir þessu eða ekki. Já, ég er örugglega komin langt fram yfir þeim tíma sem var úthlutað, þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra bíli. Ég þakka fyrir mig og við Kristínu velkomna. Takk. Takk fyrir. Ég fekk að hlutverk að fara yfir hvernig væri besta ávaxtaðina viðbótarlífeyrissparnaði sem við erum búin að vera hér til umfjöllunar. Og mér langaði til að byrja því að fara yfir bara svona raunverulegt dæmi einstakling sem að hóf viðbótarlífeyrissparnað árið 1999, strax í upphafi, og hefur gert það þangað til í dag. Eigið framlag eru rúmlega 10 milljónir sem viðkomandi hefur lagt fyrir, og á móti hefur hann fengið 7,7 milljónir í mótframlag frá sínum vinnuveitanda. Því til viðbótar hefur hann fengið ávöxtun upp á rúma 25 milljónir sem er þá orðið meiri hluti innegnar af þessum sparnaði. Þannig að samtals er uppsafnaður sparnaður tæpar 43 milljónir. Þessi einstaklingur hefur líka nýtt sér að greiða úrræði stjórnvalda að greiða séreignin á lán og hefur borgað rúma 5,2 milljónir á lán, þannig að innegnin í dag er kringum 37,6 milljónir. Þannig að svo sem eigið framlag, þessar rúma 10 milljónir sem hefur verið lagt inn, er lítill hluti af innegninni eða innan við fjórðungur. Þannig að við förum aðeins yfir ábatan.
að það að hafa lagt fyrir þessar 10 milljónir að þá hefur ávinningurinn verið tæpa 35 milljónir og þar af vegur langþyngst ávöxtunin eða 25 milljónir rúmar. Svo mótframlegið upp á tæpa 7,7 og svo má ekki glemma skattaafslættinum. Það þegar eins og var verið að ræða þetta áðan, þetta nýta þetta úrræði séreignarlán, það er það afar hagkvæmt og það að borga rúma 5 milljónir inn á lán, það er þá skattaafsláttur upp á 2,1 milljón. Það sem vantar kannski inn í myndina ef við ætlum að bera viðbótarlífeyrissparnað saman við bara almennan sparnað á markaði, að þá er ekki greiddur fjármagnstekjuskattur af fjármagnstekjum í lífeyrissjóði. Þannig að það sparast í rauninni að greiða ekki fjármagnstekjuskatt sem væri þá að þessum 25 milljónum 3,3 milljónir. En eins og við segjum að eins og með lífeyrissparnað sem er sparnaður yfir mjög langan tíma að þá verður ávöxtun stór hluti innegnar og það skiptir þá hvert prósentustig ávöxtun skiptir mjög miklu máli vegna vaxta og ef við tökum dæmi þessi 25 ár og raunávöxtunin sé 2% ári að þá vegur ávöxtunin 23% af innegn eftir 25 ár. Ef raunávöxtunin væri 3% að meðaltala ári þá væri þetta þriðjungur af innegninni og yfir 40% af innegn ef þetta væri 4% raunávöxtun. Og ef við horfum yfir lengra tímabil að þá munar enn meir. Og eftir 35 ár og 4% raunávöxtun á ári þá er sparnaðurinn semst ávöxtunin er orðin yfir helmingur af innegn. Þannig að það borgar sig vel að vanda valið á ávöxtunarleiðinni. En hvað er það sem skiptir mestu máli þegar að vera að velja ávöxtunarleið og velja í hvað sparnaðurinn fer? Og númer 1 myndum við að horfa á að það sem ræður mestu hver ávöxtunin er í hvað eignaflokkum er verið að fjárfesta. Það er fjárfestingarstefnan og það er eignasamsetningin. Það ræður langmestu það hver langtíma ávöxtunin verður. Svo leggjum við afar mikla áherslu á dreifinguna, að dreifa eignum á fjölda útgefanda, á eignaflokka, á fjölda atvinnugreina og önnur hagkerfi til að draga úr sveiflum í ávöxtun og til þess að koma í veg fyrir það ef einhver útgefandi verður fyrir skakkaföllum að það hafi óverulega áhrif á eignirnar. Og svo má ekki glemma kostnaðinum. Már fór vel yfir kostnaðin áðan en kostnaðurinn hann dregst frá ávöxtun. Og til lægri sem kostnaðurinn er, því meira skila sér til sjóðfélagana og almenni hefur nú alltaf kappkostað því að hafa kostnaðinn sem lægstan og þannig að sem mesta ávöxtunin skili sér til sjóðfélagana og þetta skiptir máli. Og ef við horfum aðeins að því að tala eignaflokka að þá hafa hlutabréf sá eignaflokkur sem hefur skilað langhæstri ávöxtun allra eignaflokka yfir tíma. Og það er þetta verið að vitna í skýrslu frá Credit Suisse. Bandaríkin eiga sögu, mjög langa sögu, er verið að fara alveg aftur til aldamótana 1900, þetta eru 123 ár. En bandarísk hlutabréf hafa skilað 6,4% raunávöxtun á ári að meðaltali yfir þennan tíma á meðan að skuldabréf hafa hækkað 2,9% að meðaltali ári að raunvirði. Og þetta er svona 2,9, 6,4, munar ekki öllu, en ef við setjum þetta fjárhæðir, að hefði verið settur $1 aldamótin 1900 í hlutabréf annars vegar og hins vegar í skuldabréf, að þá væri þessi dollari sem fór í hlutabréfin $1936 að raunvirði í dag, en sá sem fór í skuldabréfin voru $33. Þannig að það munar mikið þessa vaxtavexti og yfir svona langan tíma hvert einasta prósentustig skiptir máli. Þannig að valið á eignasamsetningunni ræður langmest það hver langtíma ávöxtunin verður. En mér langar aðeins að koma inn á almenna lífeyrissjóðinn. Þetta er blandaður lífeyrissjóður sem þýðir að lágmarksiðgjöld greiðast bæði í séreign og samtryggingu. Hann er 460 milljarðar stærri eins og í dag. Samtryggingarsjóðurinn vegur tæplega helming á eignum og séreignir rúmlega helming. Fyrir séreignina bæði það á lágmarki og fyrir viðbótarlífeyrissparnaðinn bjóðum við upp á 6 ávöxtunarleiðir. Það eru blönduðu söfnin okkar, ævisafn 1, 2 og 3 sem fjárfesta bæði skuldabréfum og hlutabréfum, innlendum og erlendum. Svo erum við með innlánasafnið sem er alfarið á innlánsreikningum og langstærstum hluta verðtryggðum, ríkissafnið sem er að stærstum hluta í ríkisskuldabréfum og svo húsnæðissafnið sem er langstærstum hluta í skuldabréfum.
Hér sjáum við eignasamsetninguna og eins og ég var að segja áðan, hlutabréf er sá eignaflokkur sem að skila langhæstu ávöxtunni yfir langan tíma. Það eru vissulega mestar sveiflur en það er ávinningur af því. Og fyrir vikið þá höfum við lagt áherslu á að vera með hátt vægi hlutabréfa og ef við tökum Ævisafn 2 sem dæmi að þá eru 56% eignum sem eru í hlutabréfum að langstærstum hluta erlendum hlutabréfum. 32% af eignunum eru í markaðsskuldabréfum og langstærstum hluta í verðtryggðum markaðsskuldabréfum. Sjóðfélagalán eru svo 11% eignum og innlán 1%. Ævisafn 1 er með mun hærra vægi í hlutabréfum eða rúmlega 72% en Ævisafn 3 er þarna með innan við þriðjung í hlutabréfum. Þar erum við að leggja áherslu á stabíla ávöxtun, draga úr sveiflum og þetta safn er hugsað fyrir elstu sjóðfélagana. Það er markaðsskuldabréf vega þar 43% en það er hærra vægi, hlutfallslega hærra vægi bæði sjóðfélagalánum og svo líka verðtryggðum innlánum sem að samtals eru 27% eignum en þessi tveir eignaflokkar þeir taka ekki markaðssveiflum þannig að það verður að leita eftir stöðuleika í ávöxtun. Hér er svo eignasamsetning hinna safnana þar sem að húsnæðissafnið er að stærstum hluti sjóðfélagalánum og svo stuttum markaðsskuldabréfum. Ríkissafnið er langstærstum hluta í ríkisskuldabréfum og innlánasafnið það er núna í kringu 98% í verðtryggðum innlánum. Og ef við komum aðeins inn á skiptinguna milli innlendur og erlendur eigna í blönduðu söfnunum að þá er bæði samtryggingarsjóðurinn og Ævisafn 2, það skiptist þetta nokkurn veginn til helminga þar sem við erum að reyna að dreifa áhættuna á fleiri hagkerfi heldur en það íslenska. Ævisafn 1, það eru 60% eða meiri hluti eigna er í erlendum eignum en rétt rúmlega þriðjungur í Ævisafni 3. En það er ævileiðin og mér langar aðeins til að staldra við ævileiðina. Hún er byggð upp úr þessum blönduðu söfnum, Ævisafn 1, 2 og 3. Þetta er svo leið sem er sjálfgefin að því eins og Már sagði það velur engin eitt þannig að við þurfum að hafa sjálfgefna leið og þetta er okkar ráðgjöf að vera í ævileiðinni. Þarna er innbyggð áhættu dreifing fyrir sjóðfélagana, það er verið að draga úr áhættu og sveiflum ávöxtun eftir því sem líður á starfsævina. Ævisafn 1 er hugsað fyrir yngstu sjóðfélagana. Það er langhæst vægi í hlutabréfum og erlendum eignum. Það má reikna við mestu sveiflum í þessu safni. Þegar fólk fer svo nálgast miðjanaldur að þá er eignin flutt úr Ævisafni 1 yfir Ævisafn 2. Þetta er gert með jöfnum mánaðarlegum færslum yfir 3 ára tímabil til að vera ekki að veðja heldur einhvern einn ákveðin tímapunkt. Við erum mikið í því að dreifa áhættu. Þarna er dregið úr vægi hlutabréfa og auki vægi skuldabréfa. Síðan þegar fólk fer að nálgast eftirlaunaárin að þá er eignin flutt úr Ævisafni 2 aftur á 3 árum jöfnum færslum yfir í Ævisafn 3. Þarna er verið að draga enn frekar úr eign í hlutabréfum, auka vægi skuldabréfa en því til viðbótar þá eru líka stytta meðaltíman í skuldabréfunum. Og því styttri sem meðaltími skuldabréfa er, því minni áhrif hafa vaxtabreytingar á markaði á verð skuldabréfana og þetta erum við að gera til að reyna að draga úr sveiflum með ávöxtun. Þol einstaklinga þegar komast eftirlaun er að fara að nálgast eða byrja að ganga innexina, það minnkar verulega fyrir sveiflum í ávöxtun, vilja stöðuga ávöxtun. Og því til viðbótar þá erum við með þessi verðtryggðu innlán í Ævisafni 3 og það er til að auka stöðuleika. Eins og ég sagði áðan, það eru 27% eignunum í Ævisafni 3 sem ekki taka markaðssveiflum, sem er það verðtryggðu innlánin og sjóðfélagalánin. En hverju hefur þetta skilað? Og ef við horfum bara yfir þessi 25 ár frá upphafi lífeyrissparnaðar, þá hefur ávöxtunin verið bara mjög góð. Ef við tökum Ævisafn 2 sem dæmi, þá hefur það skilað raunávöxtun upp á 2,7% á ári umfram verðbólgu, en verðbólgan í þessi síðastliðin 25 ár hefur verið tæp 5% á ári. Ef við tökum síðustu 10 ár, þá er Ævisafn 2 hækkað 4,3% umfram verðlag og verðbólgan síðastliðin 10 ár er rúm 4%. Ávöxtunin hefur einnig verið mjög góð í Ævisafni 1, það hefur verið raunávöxtunin 4,8% á ári síðastliðin 10 ár og 2,8% í Ævisafni 3. Og ef við skoðum bara hvernig síðastliðið 1 ár hefur verið hjá okkur og tökum aftur Ævisafn 2 sem dæmi, þá var það búið að hækka 16,2% síðastliðið 1 ár sem samsvarar tæplega 10% raunávöxtun. Og við erum bara mjög stolt af því að hafa náð jákvæðri raunávöxtun í öllum söfnunum okkar þrátt fyrir mjög háa verðbólgu undanfarið ár. Og ef við horfum bara á samanburð við samkeppnisaðila, þá er hann líka hagstæður. Og alveg sama hvort við erum að horfa
bara í ávöxtin 1 ár, 3 ár eða 10 ár. Að við sjáum þarna ævisafn 1 og 2, það er það sem tölurnar eru fyrir ofan, bláu, dökkbláu og ljósbláu súlan og aðrir eru þá okkar samkeppnisaðilar. Og við teljum að eitt það sem er að skýra allavega hvers vegna söfnun hjá okkur að skila þetta góðra ávöxtun umfram aðra er að við verðum að herravægi í erlendu hlutabréfum, hlutfallslega með innlend hlutabréf yfir allt þetta tímabil. Þannig að bara markviss stefna og góð áhættudreifing er að skila árangri. Og það munar ef við ætlum að setja þetta í krónur aura. Ef það hefur verið settar 100 krónur í þessu söfn fyrir 10 ára síðan, að þá væri þær orðnar 218 til 230 krónur í ævisöfnum 1 og 2. Svo fundum við ávöxtinn hjá erlendu tryggingafélagi og það var svolítið djúpt á þeim tölum en það sem við fundum að það hefði þá verið orðnar 135 krónur. Og þarna held ég að bæði eignasamsetning og svo þessi þungi kostnaðar þar sé að skýra máli þar. Þannig að það munar bara löngum tíma, munar hvert einasta prósentustig í ávöxtun. Þetta skila sér. En svo í lokum, þá langar mig til að minna og við erum með frábæra heimasíðu, við erum búin að reikna daglegt gengi yfir aldarfjórðung, þar sem ég get fylgst með bara hver ávöxtunin er á hverjum degi. Ég setti kassa utan á hver ávöxtunin er frá áramótum. Hún hefur bara verið mjög fín. Blönduðusöfnin er búin að hækka þarna 7,8 til rúmlega 10%. Það er kannski ekki alveg bein og greið leið, það eru sveiflur í ávöxtun. Við sjáum það á línurindunum til hliðar, en það skila sér. Þannig svona að lokum þá hvet ég ykkur til að taka þátt í viðbótarlífeyrissparnaði. Það er aldrei of seint að byrja. Vanda valið ávöxtunarleið, það skiptir máli hver eignasamsetningin er, kynnið ykkur fjárfestingarstefnuna og svo náttúrulega okkar ráðgjöf er ævileiðin. Takk fyrir. Já, við erum nú að brenna út á tíma en náum kannski að hlaða í örstutt pallborð. Þannig að ég fæ þá þau 3 til að koma inn upp aftur. Já, ef við byrjum bara á þér Gunnar, eins og kom fram í málið þínu, þá er það bil 60% fólks á vinnumarkaði að nýta þessi viðbótarlífeyrissparnað. En ég þykist nú vita að þú myndir vilja hafa hlutfall aðeins herra. Hvernig sérðu fyrir að getum híft hlutfallið ennþá herra upp? Heyrist í mér með þessu, já, mér finnst nú bara þessi hugmynd hjá honum Má bara nokkuð góð. Það er að segja að þetta verði sjálfkrafa þegar fólk er að skrifa undir ráðningarsamning í staðinn fyrir að það sé val. Þó svo að ég sé alltaf hrifinn af vali og ég benti nú á þarna með unga fólkið að það kannski, þar skiptir hver króna miklu máli. En mér finnst þetta góð hugmynd og svo er náttúrulega bara er það fjármálafræðsla sem skiptir máli. Og ég veit að það er mikið að gerast með fjármálafræðslu hér á landi, meðal annars fyrir tilverknað fjármálavit sem er verkefni á vegum samtaka fjármálafyrirtækja og Landssamtaka lífeyrissjóða. Þannig að ég held að fræðsla og jafnvel mögulega þessi hugmynd Más sjálfkrafa val væri góð leið. Já, Már, þá færum við okkur yfir til þín. Eins og þú komst inn á, þá er þessi heimild til að nýta séreignarsparnaðinn og húsnæðislán lítur allt út fyrir að hún muni falla út bara núna áramótin. Og með orð fjármálaráðherra má kannski ekki búast við því að hún verði framlengt. Hvernig horfir það við þér? Já, mér finnst þetta að vera fráleit hugmynd að fella þetta niður og það hafa nú heyrst raddir frá
nánast öllum öðrum stjórnmálaflokkum að þetta sé, já, þeir myndu kannski ekki orða fráleita hugmynd, þeir eru kurteisari en ég, en að þetta sé slök hugmynd og það kom nú fram í stefnuræðu frá einum stjórnmálaflokki helgina að það eigi að gera þetta úrræði frekar varanlegra frekar en hitt og ég held að það sé, þannig að það kemur nú ekkert óvart þó að þessu verði snúið við og kannski bara rétt að fylgja eftir spurningunni varðandi svona bæði fræðslu og að gera þetta sjálfkrafa að ég held að þurfi bæði tvennt og ég tek sem dæmi frá þessu dæmi varðandi ökuskírteini og líffæragjafir að Hollendingar þeir þar þurfti fólk að skrifa haka við eða vildi vera líffæragjafi. Ef ég man rétt þá voru Austurríkismenn, það eru 100% fólks þar sem eru líffæragjafar að þau þurfa ekki að haka við. En Hollendingar þurfa að haka við og hollensku ríkisstjórninni fannst þetta alveg ömurlegt hversu fáir hökuð við þannig að þeir sendu bréf til, ef ég man rétt, 90% landsmanna kostið þess að vera líffæragjafi og það var þvílík auglýsingarherferð þetta og þannig náði að mjaka hlutfalli upp í 28% og í stað þess að láta fólk bara þurfa að haka við að það vilji ekki vera líffæragjafi. Þannig ég held að sé heilbrigt að gera bæði tvennt að halda þessu á lofti, að halda þessar hugmynd á lofti þetta verið sjálfkrafa en líka að halda þessari fræðslu að það sé fræðslu það bara hverju kostinir eru því að það eru svo ótrúlega margir sem að átta sig ekki á kostina enn sem komið og bara út frá svona þeim svörum sem að fólk að fá frá það að segja nemendum mínir hafa verið frá varðandi sína rannsóknir að það vita ansi margir kosti séreignarsparnaðar en hlutfallið það fellur hratt niður þegar kemur að því að fjalla eða bara vitneskja kostni kringum húsnæðismál og séreign. Þannig að það mætti kannski aðeins, það mætti auka þá fræðslu töluvert. Já, Kristjana, þá færum okkur yfir til þín. Segjum bara núna sem dæmi að ég er svo ungu maður og hef ekki ennþá haft fyrir að skrá mig í viðbótarlífeyrissparnað og ég er svona að velta stöðunni fyrir mér. Af hverju ætti ég að velja að koma til almenna lífeyrissjóðsins fremur en einhverja öðrum annara sjóða eða bankana eða eitthvað slíkt af því að nú töluvert samkeppni á þessu markaði? Það er bara mjög mikil samkeppni og ég hugsa að flestir sé að bjóða upp á góðar vörur. Ég myndi bara hvetja þig til að kynna þig málið, skoða hvað er í boði. Við að sjálfsögum mælum með söfnunum okkar. Við höfum alltaf lagt áherslu á bæði fjölbreytileika, mikla áhættudreifingu. Við leggjum mikla áherslu á til dæmis hlutabréfin að vera þá þungi í erlendu hlutabréfum til að ná sem mestri áhættudreifingunni, draga úr þá áhættu að hver útgefandi vegi mjög þungt ef eitthvað kemur fyrir og svo er á kostnaðurinn. Við teljum okkur vera mjög hagstæð í samanburði varðandi hvað varðar kostnað. Bæði höfum við náð góðum samningum við okkar erlendu aðila sem við erum samstarfi við og svo er bara mikið aðhald í rekstri. Við leggjum mikið áherslu á lágan kostnað, höfum alltaf gert það. Já. Þannig að það vonandi skila sér í góðri ávöxtun. Já, og þessu tengt náttúrulega eins og þú komst inn á þá svolítið veldur það á ykkar ávöxtun svona hvaða möguleika þið hafið til fjárfestinga fyrir það fé sem þið fáið inn. Og það til dæmis ákveðið þak, segir maður ekki hvað prósentan er á erlendar eignir, hvað er kringur 50%? Í dag er það 51,5%, það hækkar 1,5% ári þangað til og svo 1% í lokin þangað til 2036, þá verður það orðið 65%. Þetta er allt í rétt átt. Já, þannig að myndirðu vilja sjá þetta myndið þú vilja hafa þið ennþá fleiri möguleika, jafnvel að hækka þetta ennþá frekar og það hefur nefndur möguleikin á að skrá innviða markað
Þannig að lífeyrissjóður gæti þá sett peninga í það eða svona hvernig? Ef innviða fjárfestingar eru skráðar á markað og þó það sé að þeir eru í sérhæðum sjóðum þá höfum við tök á því að fjárfesta í því. Það er alls konar girðingar í lögunum og eina af því sem þá kannski snertir þessi innviða fjárfestingar sem eru þá ekki skráðar er að við meðum hámarkið að 25% í óskráðum eignum, það fellur þar undir. Ég myndi alveg vilja sjá það hærra til að auka áttidreifinguna hjá okkur enn frekar. En varðandi erlendu eignina, ég hefði reynda vilja sjá þetta skref vera að tekja örlítið hraðar, en ég hugsa 65% síðan alveg nægjanlegt. Þetta á við samtryggingadeild eða lágmarks tryggingavendina. Viðbótarsparnaðurinn má vera alfarið í erlendum eignum. Já, svona, hvernig horfir þetta við ykkur? Hafið þið eitthvað við þetta að bæta? Já, ég lagði nú til árið 2009 að þá eins og Kristína var að nefna, það var 50% hámark, en núna er að fara smá saman upp í 51,5% núna næstu 10 árin og ég lagði nú til í grein fyrir 15 árum síðan að það er ekki þak heldur gólf á erlendum fjárfestingum ef það væri einhvers konar girðingar og þau voru kannski skrifuð í skugga hrunsins og það er kannski rétt að bara rifjað upp að ég hef oft heyrt þegar fólk er að segja já þið er að fjárfesta í erlendum eignum þá er meira flögt á eignunum að því ef íslenska krónan fer upp og niður þá er augljóslega meira flögt í ávöxtun eða eigninni og ég hef notað þetta í kennslu núna í síðustu 10, 11, 12 ár, árunum fjölgar og þá notið ég sem dæmi að í hruninu að hefði helmingur íslenskra eigna, helmingur eigna lífeyrissjóða verið í erlendum eignum, þá hefði áföllin á íslenskum, þar að segja, eignir lífeyrisþega hefðu breyst sára lítið. Af hverju? Af því að desember árið 2007 þá kostaði hver bandaríkjadollar 58 krónur. Einhverja hluta vegna þá man ég þetta svo voðalega vel. Og kannski er ég bara dálítill nörd, hvað get ég sagt? Desember 2008 þá kostaði hver bandaríkjadollar, ef ég man rétt, 130 krónur. Sem þýðir það að í íslensku krónutalið þá hefði eignir lífeyrissjóðar meira en tvöfaldast í virði að því gefnu að þær hefðu haldist óbreyttar. Og þar hefði nú verið eitthvað lækkun, það miðað við kannski helmingur í skuldabréfum, helmingur í hlutabréfum, en það hefði verið sáralítið breyting þar á. Þannig að tap, bara ef ég maður rétt leiðréttu mig ef að þið eru nú með betri sögulega þekkingu en ég held að eignir lífeyrissjóðar fjalli hvað, 25%? Já, meðaltali 25%. Eignir lífeyrissjóða hefðu kannski fallið 5%, hefði helmingur eigna í einhverjum eðlilegum hlutföllum verið erlendis. Þetta er auðvitað frekar súrt þegar íslenska krónan er að styrkjast, ef þú kaupir með helming eigna í bandarísku dollarum og íslenska krónan er að styrkjast, hver dollar kostar 90 krónur og fer niður í 60 krónur, þá er þriðjungur af virði eigna fallið, en ástæðan er svo að þá er íslenskur efnahagur að blómstra. Þannig að þetta er í raun og veru open trygging þegar að allt fer, ég nota í kennslu þegar ég er að kenna á ensku, when the shit hits the fan og að þegar að allt fer í tómasteipu að þá í það minnsta er svona ákveðin varaventil að hafa erlendar eignir sem stóra hluta af safninu. Þannig að þetta getur verið veitt slaka ávöxtun í nokkur ár, en þegar áreinir þá er þetta vissulega mjög góð áhættudreifing eins og Kristína var að nefna. Já, þá kannski bara loka spurning til þín, Gunnar. Eins og kom fram í erindi þínu þá er svona yngsta fólkið
hvað síst duglegast við að hérna, nýta sér viðbótarlífeyrissparnað. Þannig að maður velti fyrir sér hvað við getum gert til að auka þeirra þáttöku. Er það bara gamla góða fræðsla líka eða? Já, ég held að það sé leiðin. Ég hef alveg samúð með því að hlutfallið er lægst hjá ungu fólki. Launakúrfa sem við lesum úr skattframtölum, hún hefur lítið breyst gegnum árin. Laun eru lægst hjá fólki sem er að byrja vinnu og á sama tíma er útgjöld há. Fólk er að stofna heimili, þannig að útgjöld eru há. Þannig ég hef alveg samúð með því að fólk vilji nýta ráðstöfunartekjur eins og hægt er eða þurfi, en ef það getur nýtt sér þennan sparnað þá er hann svo sannarlega hagkvæmur og dæmið hennar Kristínu sýndi það nú heldur betur. Heldur betur. Þá láttu það bara vera lokaorðin. Kærar þakkir fyrir komuna.